Við erum hérna í stjórnlagaráði og A-nefndir í kaffipásu. Má ég spyrja ykkur hérna nefndar meðlimir, hvernig gengur starfið í A-nefndi? Það gengur afskaplega vel. Það fer mjög vel á með okkur og okkur finnst við afkostum alveg heilum helling. Nú eru komnar fram 14 tillögur inn í mannréttindakaflann. Megum við búast við fleiri tillögum þar? Já, við erum komin bara af stað með 15 áfram, þannig að við vinnum alveg ofullu og erum að fara yfir þetta núna. Atvinnuréttindi og ýmislegt annað sem skiptir miklu máli. Nú eru margir sem bíða eftir ákvæði hvað náttúruauðlindir og umhverfismál. Eru þið eitthvað byrjuð að skoða það? Já, fullu sko. Það er bara, við erum kannski að taka þetta svona eitt og eitt í einu svolítið í takt við það sem gamla stjórnarskráin var efnislega með. Þannig að við erum ekki búin að byrja á þeim ákvæðum. En þau eru að taka á sig mynd og þetta er alltaf að gera, sko. Þetta er stórkostlega hlutir nefnda. Við erum miklu svona samkeppnismiðið nefnd. Við erum komin með miklu meira efni til að leggja fram heldur við höfum getað. Af því að okkur er sniðinn svolítið þröngur stakkur, hina nefndirnar þurfa að fá að segja sitt álit og við þyrftum að hafa fleiri daga í vikunni svona fyrir sameiginlega nefndarfundi til þess að geta komið öllu okkar verki fram. Við rífumst voða lítið. Já, það má það búast við töluverðin spretti svona í lok þessara vinnu þegar allar þessar tillögur þurfa að koma fram. Já, ég held að það sé óhjákvæmilegt og já, við erum bara á góðum hraða með þetta allt saman og þyrftum í rauninni að hafa eins fleiri dag í vikunni en það líka hefur sinn kost að fara aftur yfir þetta allt saman og í ljósi athugasemda sem hafa komið fram bæði innan ráðsins og utan úr bæ. Þannig að það er líka, við mögum ekki gera lítið úr því hversu mikilvægt það er. Illugi, þær sögðu hérna áðan þetta væri allt í sátt og samlyndi, getur þú tekið undir það? Já, fullkomlega. Ég spurði Illuga. Það var svo langt síðan hann hefði tekið til máls. Það var eins og Illugi væri vandræðalíkur. Það er einhver vandræðalíkur. Ég byrjaði á að segja Við þurfum að fara núna fljótlega í auðlindakaflann, þú spurður hann og vonandi komumst við hann núna í vikunni. Og okkar draumur var að reyna að klára okkar verkefni sem allra fyrst. Því okkur klæjar í puttana að komast í hinmálumni líka með nefnd B og C. Þannig að við ætlum samt ekki að kasta höndunum til hlutina. En við getum þess að setja í stjórnarskrá eftir að vera 9 dagar í viku eitthvað svolítið. Það líta mikið fyrir. Já. Hafa mikið, hjálpa mikið til. Og það var 1 hvíldardagur í viku þá. Það getur fransku byltingamennirnir, voru það ekki með 10 daga í viku. Ég man ekki betur. Þeir breyttu almanakinu, við ættum kannski að gera það líka. Já, það er að vita. Svo koma upp alls konar hugmyndir, það kom til dæmis upp svo hugmynd í morgun að láta bara Örn, Bárð og Illuga sjá trúmálin og við hinn færum bara út á meðan. Já, það kemur annar þeirra lifandi út. Illugi heldur að hann bakið mér sko en ég verð búin að koma með Rikkilín stifi. Já. Þannig að það verður á hepp og graga. Illugi verður orðin með hjálpar í Neskirkju án yfir líkur. Aldrei að vita. Minnstakosti biskup. Minnstakosti, já.